Komið sælar kæru Vogir. Þá er komið að fyrstu viku ágústmánaðar fyrir ykkur og við ætlum að byrja á því að draga þemaspil vikunar og kíkja síðan aðeins á hvað vikan gæti fært ykkur. Komum reykjasinn á stað. Ef þið skildu vilja persónulegan lestur frá mér, þá er ekkert annað en að senda mér skilaboð á Messenger og finnum við út úr því. Þemaspilið ykkar fyrir vikuna, kæru Vogir, það er að opna á andlega staðinn ykkar eða þann stað sem að þið fáið andlega næringu úr og finna einhvern stað þar sem ykkur líður vel andlega og líkamlega. Sanctuary er eiginlega svona griðastaður. Þannig að þema vikunar er bara sjálfsumhyggja. Opna andlega vellíðan, opna fyrir andlega vellíðan. Ok. Þá ætlum við að byrja og byrjum á því að spyrja og spilið stekkur út úr stoknum. Hver er kjarni vikunar? Kjarni málsins fyrir Vogina. Kjarni málsins er ánægja og vellíðan og það að vera nægjusamur, vera ánægður með hvað maður hefur, vera fullur þakklætis og vera stoltur af öllu sem að er í kringum hann og bara njóta allsnægta. Það sem hjálpar í vikunni, það er að dæma sjálfa sig ekki of hart, heldur fara yfir hlutina í fortíðinni, endurmeta þá og sjá kannski hvar skóginn kreppir, sjá hvar hlutir hafa gengið vel, þakka fyrir þá og vera bara stoltur af eigin afrekum. En það sem hindrar í vikunni, það getur verið að vera fjarri fjölskyldunni sinni, að finnast maður ekki tilheyra þeim hópi sem að maður vill tilheyra. Það getur verið einhvers konar þrá eftir slíku, en í sjálfu sér ekkert stórvægilegt, heldur er þetta einhvers konar heimþrá, getur við sagt. Og ef setur það smá strik í reikninginn varðandi annars vellíðanina í vikunni. En höldum áfram þar sem að Vogin veit, það sem er upp á borðum. Það er bara gríðarlegur kraftur til staðar fyrir Vogina til að gera í raun og veru það sem hana langar, til að vinna að einhverjum ákveðnum málum sem hún brennur fyrir og að koma hugmyndum sínum yfir í næsta fasa, koma hlutum á stað. Þessi orka er til staðar í vikunni og ef að Vogin þráir eitthvað nógu heitt, þá er svo sannarlega
góð vísbending hérna að það ætti að geta gengið vel. En hvað veit Vogin ekki? Hvað er undir niðri? Undir niðri er hugurinn að spila svolítið með Vogina og er að tala Vogina inn á það að það sé ekki hægt að gera. Þetta er svona vísbending að hlutirnir liggja kannski ekki alveg ljóst fyrir, en það má alls ekki örvænta og ekki missa vonina að það sé hægt að gera eitthvað, því að möguleikarnir eru til staðar ef að viljinn er til staðar. Þannig að þetta er spurning að láta hugan ekki tala sig niður. Fram að þessu, það sem hefur gerst, það er að segja fortíðin, það er tromp vogarinnar sjálfrar, réttlætið, jafnvægið, vogaskálarnar. Fram að þessu hefur lífið verið gott. Við erum kannski ekki að tala neitt langt aftur í tíman, en allavega virðist almætti vera með Vogin í liði og virðist vera búið að raða hlutum upp þannig að það er Vogin í vil. Þannig að réttlætið hefur sigrað og þá er ekkert annað að gera en að halda bara ótrauður áfram veginn. Það sem gerist næst hjá Voginni, það sem er að koma inn, það er ótti að hafa ekki nóg, ótti að hafa ekki það sem til þarf og ótti að nú hafi guðirnir yfirgefið mig, eins og er svona fílingurinn í þessu spili. Þetta er hræðsla að lenda í einhvers konar skorti. En þetta er tímabundið og hjálpin er til staðar. Ef að eitthvað er að plaga ykkur, kæru Vogir, þá er að gera að horfa í kringum ykkur og finna hvar hjálpin er og sækja hana. Því að eins og við sjáum hérna á þessu spili, sólin er ekki farin nema bara í mjög stuttan tíma, eins og gerist í sólmyrkva. Hún kemur alltaf aftur, en það getur verið erfitt á meðan að því stendur. Á meðan að myrkri grúfir yfir þessa hálfu mínútu eða 1 mínútu eða hvað það nú er sem að yfirleitt sólmyrkvar standa ekki mjög lengi. Þá er bara að gera að sitja og njóta myrkursins og muna að það birtir alltaf aftur. Vogin sjálf í stöðunni í þessari viku, hún er hérna, kemur mjög sterk upp. Þið virðist vera með alla hluti á hreinu. Þið eru svolítið í essin ykkar, kæru Vogir, þessa vikuna. Þið eru skýrar í hugsun, þið tjáið ykkur af samfæringu og ákefð og ykkur finnst í raun og veru ekki neitt standa í vegi fyrir því að þið framkvæmið það sem að þið ætlið ykkur. Ef til vill eru þið ákveðnar í að segja einhverja hluti skýrt, af því þetta er svona að þið sjáið að hann stendur tilbúinn í þessum sporum að fara að framkvæma. Þannig að það er kannski eitthvað sem að ykkur liggur á brjósti sem að þið ætlið ykkur að fara að láta til ykkar taka með. Kröftug og flott staða hjá ykkur, kæru Vogir. Síðan er það umhverfið. Hvað er umhverfið
að færa ykkur, ég ætla að fara að segja að það gæti verið ákveðnar manneskjur í umhverfi ykkar. Umhverfi virðist vera að færa ykkur hérna fallegt, tilfinningaríkt samband eða samskipti. Þar sem að er mikið jákvætt flæði á milli, já við skulum segja ykkar og annarra manneskju. Þetta eru tilfinningar í jafnvægi, þetta eru sálir sem horfast í augu. Þetta eru hlutir sem eru tjáðir á auðveldan og kærleiksríkan hátt. Þannig að ef til vill er einhver manneskja í vikunni ykkar framundan að fara að skipa stóran sess í ykkar lífi. Þetta getur verið fleiri en ein manneskja líka, en þetta er allavega af ykkar hálfu jákvæð falleg samskipti. Mjög fallegt að sjá þetta, kæru Vogir. Svo er það útkoman sem að þið vonist eftir. Í lok vikunar þá vonist þið eftir. Þið vonist eftir einhvers konar efnislegum ávinningi, einhvers konar gróða, einhvers konar stundum þar sem að þið fáið að njóta í gegnum skynfærin. Þetta getur verið að gera vel við sig í mat og drykk, þetta getur verið kynlíf, þetta getur verið einhvers konar kaup eða sala eða einhvers konar svona efnislegur ávinningur eða niðurstaða. Þetta getur líka táknað sterka bindingu við, já, gæti verið aðra manneskju, gæti verið líka við það sem að þið í raun og veru eruð að eltast við þessa vikuna. Djöfullinn, eins neikvætt spil og hann nú er svona við fyrstu sýn og yfirleitt, þá táknar hann mjög sterka tengingu, mjög sterka skuldbindingu og svo sterka að hún getur farið yfir í fíkn eða þráhyggju. En þar sem að önnur spil benda ekkert endilega til þess að þetta fari yfir í neikvæða gírinn, þá myndi ég segja að þetta er bara þrá ykkar til að tengjast sterkum böndum. Einhverju sem að þið munu standa frammi fyrir þessa vikuna, og það gæti svo sannarlega verið þetta fallega samband sem að var í spilinu hérna á undan. Spennandi, kæru Vogir. En þetta er útkoman sem að þið eruð að óska eftir. Hins vegar er útkoman sem er líklegust að verði. Hún kemur hér. Og þar fáið þið þetta glæsilega kröftuga spil, vagninn. Vagninn stendur fyrir hreyfingu, mikinn kraft og segir mér bara það að hlutir fara í kjölfar þessarar viku, fara að gerast af miklum krafti. Vagninn boðar breytingar. Vagninn boðar líka það að þið, kæru Vogir, ásælist það sem að ykkur langar í. Vagninn tengir sterkt magastöðinni og magastöðin dregur mann oft áfram í þá átt sem að mann langar. Þannig að niðurstaðan eftir vikuna er allavega sú að það er eitthvað að fara að gerast í ykkar þrám og löngunum og plönum, skulum við segja.
eitthvað sem færir ykkur í rétta átt að því sem að svona togar í ykkur. Miklar breytingar sem koma í kjölfarið líka. Já, þetta er ákaflega sterk lögn, eins og við segjum. Það eru flott tromp hérna sem að setja sterkan svip á lögnina og segja mér að það eru ákveðnir hlutir varðandi þessa viku sem að eru fyrirfram ákveðnir sem að þið fáið ekki breytt og kannski er það eitthvað sem að þið eru búin að vera að biðja leynt eða ljóst, kæru vogir. Og þið megið ekki örvænta þó að á næstunni poppi þessi litli sólmyrkvi hérna upp því að hann verður tímabundinn. Flott vika fyrir ykkur, kæru vogir. Þemaspilið ykkar talaði að opna á andlegan stað eða andlega uppsprettu ykkar og finna einhvers konar griðarstað. Ef til vill er þessi griðarstaður það sem að kemur fram hérna í þessu sambandi eða þessari sterku tengingu eða þessum breytingum sem vagninn kemur með inn. Og þær koma til vegna þess að þið hafið styrka stjórn á löngunum ykkar og lífi ykkar. Því að ef að magnstjórinn hefur ekki styrka stjórn þá fer vagninn, þá er hann dreginn eins og hér í 4 áttir, kemst þar að leiðandi ekkert úr sporunum, en leið og þið, vagnstjórarnir, taki stjórnina og beinið vagninum í ákveðna átt, þá fara hlutirnir að gerast. Ok, ég ætla að taka hérna eitt spil fyrir ykkur varðandi fjármál, vinnu og framkvæmdir tengdar þeim. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Öll persónuleg vinna ykkar og jákvæða orkan sem þið hafið sett í hlutina hefur orðið til þess að þið komist yfir allar hindranir. Og það er verið að lyfta í burtu öllu sem stendur í vegi fyrir ykkur. Nú munið þið upplifa framfarir og hreyfingu fram á við, eins og var talað hérna í vagninum. Og hlutirnir fara að ganga. Munið eftir að tengja ykkur við þakklætið til að vera vissar kæru vogir, að þetta flæði heldur áfram. Það er að segja að þetta er ekki í þann gír að finnast þið bara eigi að fá allt án neinnar vinnu eða detti í þann gír að verða vanþakklátar. Haldið ykkur í þakklætinu og bara ánægjunni yfir því að hlutirnir gangi eins og þeir gera. Þið eigið stóran þátt í því sjálfar, kæru vogir, í samvinnu við almættið. Mjög jákvætt fyrir fjármál og framkvæmdir og vinnu. Síðan fáið þið eitt spil hérna svona í lokin fyrir vikuna ástina, og þið fengu nú aldeilis fallegt samband hérna áðan varðandi ástina í vikunni fyrir vogina. Fáið þið. Já, ástin er ein sál í 2 líkömum.
falleg skilaboð það. Táknar sameiningu. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna. Mjög svipað þema í gangi hérna í þessum 2 spilum. Það er greinilega einhver hérna sem að þið eru að fara að blanda geði við, skulum við segja, sem að verður hvað ég að segja, sem að þið eftir að tengjast á mjög innilegan og náinn hátt. Ok, kæri Vog, bara óska ykkur til hamingju með þessa fallegu logn og vona að vikan verði ykkur góð og sendi ykkur ljós og kærleika.